Góðan daginn og velkomin í þátt númer 51 hér á YouTube-rásinu minni. Ég heiti Helga og ég handavinnu Óð. Nú ég býð alla nýja og gamla hjartanlega velkomna hingað í þetta litla horn mitt hérna þar sem ég blæðra mestmegnis prjónaskap og svona, svo er ég svolítið að spinna og kemur fyrir að ég hekla og sauma út og svona. Þannig að en hér er aðalega fjallað prjón og því sem því fylgir. Nú, þið hafa náttúrulega séð hérna í ræminu undan hvar mig að finna, svo ég þarf ekki að segja ykkur það og ég var að hugsa líka að fara að hætta að segja ykkur númer hvað þátturinn heldur að setja það líka bara fremst á í það dæmi. Það við erum ekkert að eyða tímanum í svona. Við viljum bara komast beint í fútið. En í dag er mánudagurinn 19. nóvember. Það klukkan að ganga 6 að kvöldi og af því að annað klárið mitt að fara í afmælisgjöf á morgun og það bara allt gekk betur en ég þorði að vona þarna fyrir helgina, seg nána frá því bráðum, að þá ákvað ég bara að drífa í einn þátt. Ég var að spá í að sleppa þessari viku en ég held að það bara fór allt þannig að þetta gekk allt upp og ég er með þátt núna af því að svo grunar mig jafnvel að það verður eitthvað fátt fína drætti eftir viku af því að þessi vika er crazy. Dóttir mín sem að ég að passa mikið fyrir í lotu núna á prófum í háskólanum. Og það var amma bara í fullri vinnu og það er bara æðislegt og það gengur bara fyrir. Og þannig já, stundum raðast stjörnurnar bara svona. Þannig að þið fáið eitt stykki þreytta mánudags ömmu sem fór of seint að sofa með það að hún þurfti að vakna klukkan 6. En við skulum bara vinda okkur í það sem að við erum öll að bíða eftir að verði sagt hér. En það er handavinnan. Og ég sit í öðru klárinu. Þetta er Arboril peysan mín eftir Jennifer Steingass og það sést ekkert brjálæðislega mikið mynstrið í henni af því að ég er með svo ljósan eða kontrastliturinn hjá mér blandast svo inn í aðalitin sem var alveg viljandi af minn hálfu en svona ámunstri að líta samt út. Og heldur svo eins lengur svo ég sé á nafni hérna á. Og þetta er bara keypt uppskrift á Ravelli. En þetta er svo bara svona voða plain og fín. Sjáu ég aðeins í munstrið. Svona hversdags peysa. Og ég hugsaði hljóta að vera búin að átta ykkur á litapalettinu hjá mér. Það er bleika og gráa og hvíta palettan og svo gula palettan. Það var lítið einhvern veginn á milli, maður horfir í hillunar. En ég notaði í þetta, ég var að gera White Horse peysuna úr Holst-garni líka sem var 100% ull og ég held því bandi tvöfald. Þetta er líka Holst-garn, kallast Tights og er 70% ull og 30% silki og þessi litur heitir Bloom. Og ég held honum líka tvöföldum og þegar maður kaupir maður getur valið að kaupa 50 gram eða 500 gram eða nokkur stykki af 50 gramma hespunni en ég ákvað bara að taka eitt svona gæja og það er alveg ég get alveg gert bandapeysu úr afgangnum eða húfur eða sjöl eða eitthvað og svo var grái liturinn, það var líka þessi Tights grunnur og liturinn heitir Seagull og það var bara svona grár og ég hélt honum saman þannig að ég fengi bandi tvöfalt með hvítum gelisk þynd úll úr litlu prjónabúðinni að því ég bara tók ekki sénsinn á því að þetta dygði og þetta hefði dugað en það hefði verið mjög naumt þannig að ég er ánægð að ég gerði þetta og það fór samtals 400 gram á garni í peysuna. Ég viktaði hana núna áður en ég smeði mér í hana. Hún fór í þvottavélina í gær og
og látið þær í sér nótt og hún, það allt önnur áferð á henni heldur en á White Horse peysunni, einfaldlega því það 100% ull og rífur meira í. Þessi kitlar alveg en samt, með mýktina, það svona linara gatnið. Það samt stingur pína því að silki þarf ekkert endilega þýða það að hlutin verði eitthvað mjúkir og djúsi en mér finnst þetta mjúkt og djúsi en það ekki allir hugsaði sem væru á sama máli og ég með það en þetta gatn æðislegt og ég áttur að núna á svörtum föstudegi ég búin að setja í körfuna inn á Holst síðunni og það getur vel verið að ég fái með fleiri svona gæja til þess að leika mig með og ég hugsa að sé sérstaklega ullagarni. Ég eiginlega, það kom mér meira á óvart heldur en þetta. Það gerðist ekki eins mikið í þvottinum við þetta. En þetta ég get samt alveg 100% mælt með því, en ég fari í 100% ullina frekar af hinu bara til þess að nota í svona munsturvettlinga og þess áttar. Og kannski svona eina góða norska mynstriða hérna. Eitthvað tímann, svo ekkert víst að ég panti það, ég að drukna í gatni. Ég held ég ætti bara að róa mig, Þannig að þá þessi poki komin í frí. Og ég bara búin að vera svo ótrúlega stabíl að ég ekki búin að fetja upp á neinu nýju þó ég sé alveg að tröllast. Síðan það hitt klárið, það var pröfuprjón fyrir Mínu Philip, The Knitting Expert Design og peysan heitir Little Red og og hún systir Big Red sem hún gefur líka út á sama tíma en þetta svo sem pröfuprjón sem þurfti ekki að vera tilbúið fyrir henni í janúar og þá líka fór ég að slugsa með það. Svo þegar lág fyrir að ég handlað með helgina og ég væri að fara í afmæli á laugardaginn sem reyndar frestaðist þangað til morgun að þá varð ég að spýta í lófana í síðustu viku til þess að klára. Og hér hún komin og það sem að mér svo skemmtilegt við hana, það sem sagt kaðlar við erma, það sem erman að setja í löskunum, það kaðlar í því sem splittast síðan upp og verða kaðlar sikkvori megin og spegla svo laskaúrtökuna þegar það komin hérna niður, bæði að framan og aftan. Og þetta mjög einfaldir kaðlar, þetta bara tvær lykkjur aftur fyrir eða fram fyrir 4 lykkju kaðall sem nánast getur ekki verið einfaldir og ég notaði ekki kaðlaprjón af því að bæði ég notaði Austmann steppgarni sem til í Gallerí Snotru og það svo góð teygja í því að það ekkert mál að gera svona litla kaðla prjóna bara framan í eða aftan í lykkjurnar þó að það séu allar 4 ennþá á sama prjóninu. Þannig að þetta fer í afmælspakkan til hennar hrafntinu minna sem verður 30 ára á morgun og ég bara trúi ekki. Mér finnst bæði bara eins og hún hafi fæðst í fyrradag en líka eins og hún sé búin að vera í lífinu hjá mér í 10 ár. Þetta ótrúlega skrítin tilfinning. En þetta sem sagt stærð fyrir 2 til 4 ára og ég notaði 100 grömm af aðalitnum, sem sagt eina hespu og 40 grömm af hinum. Og hún hefur, það sem leyfir þetta að vera 2 til 4 ára það að hún með svolítið miklu lengd í þessu þannig að þetta nær alveg vel niður fyrir rassinn á hrafntinu eins og Svo náttúrulega ekkert mál að bretta upp ermarnar eða ýta þeim upp eða hvað sem af því að hún með svona stretchy bænd eða þú veist, laus affellingu. Þannig að það verður ekkert mál. Þannig að þetta svona peysa sem mun vaksa svolítið, stærðin svolítið svona sveigjanleg, þannig að þetta mun vaksa með henni. Þannig að þetta sérst ástæðan fyrir því að þið fáið að sjá mig í kvöld eða fyrramáli. Það var pressan á að klára þessa og sjálf og sér hefði ég ekki þurft að klára hana út af uppskriftina því að það var ekkert að uppskriftinni þannig að hún alveg, já.
mæli bara eindregið með að prófa þetta þegar hún verður gefin út á næsta ári eins og allt annað frá henni. Ég er mjög hrifin af henni sem hönnuð, hún er mjög svona praktísk í þessu og svona úrræðagóð, með svona skemmtilega leiðir til þess að gera hlutina áhugaverða á þess að þessu eitthvað flóknir. Þannig að mæli með báðum uppskriftum, Arboreal og Little Red þegar að Little Red kemur út og þá er þetta bara búið. Nei, ok. Svo náttúrulega, eins og þeir sem hafa fylgst með mér lengur en þetta podcast og aðeins lengur aftur, þá er ég búin að vera í vesinu með hægri hendina. Fyrst var talið að þetta væri ekki tengt sjúkdómum hjá mér, en svo komust þeir að þeirri niðurstöðu á föstudaginn var að þetta væri tengt sjúkdómnum og ég væri, það þurfti, ég fekk Botox. Ég fekk smá svona Botox í vöðvan hérna. Og því að síðast ég fór sprautuna þá leið mér bara alveg hræðilega illa og hún gerði ekki neitt og nema bara gerði bara illt verra. Þannig að ég var búin að kvíða alveg rosalega fyrir þessa sprautu en læknirinn var greinilega, hann var búin að tala við taugalækninn minn og grúska í þessu af því að hann var búin að heyra í mér í millitíðinni og það var ákveðið að fara þessi leið. Og ég eiginlega bara trúði því ekki þegar að leið á daginn hvað mér leiði rosalega vel í hendinni. Mér ekki leiði svona vel í henni bara í 2 ári eða eitthvað. Þannig að það virkaði ásamt af því að það var komið svo mikið bjúgur í kringum vöðvana því þetta var bara svona eins og ég væri bara með spasma í vöðvanum. Þannig ég fekk sterkar bólgueyðandi töflur sem að ég verði á í nokkra daga viðbót en bara ég er að mínus. Og ég bara þurfti ekkert að leggja fyrir mig prjónana. Mér er að segja sko svaf eða ekkert nóttina áður af því ég þurfti að fara út á flugvöll að sækja systur mína klukkan 6 morguninn. Þannig að en ég var bara svo hamingjusöm með að finna strax léttin að já, að ég fór bara þurfti ekkert að leggja mig. Jú, ég laði mig aðeins á föstudaginn. Ég kom svona smá spennufall í mig þegar ég jafna með þessu öllu en svo var ég aftur, svo var eins og ég lent fyrir bíl í morgun. Ég var svolítið svona, já, þá var þetta bara kláraði sennilega að koma yfir með léttirinn og allt það við að þetta væri nú bara sennilega vandamál sem er úr sögunni. Þannig að prjóna Helga, þessi handavinnu og það kona var bara afskaplega hamingjusöm og er með þennan árangur. Þannig að það var bara prjónað og prjónað, spunnið og spunnið og slappað af og slappað af. Það var bara tókum svona góða slökunarhelgi. Nú ég prjónaði aðeins af því að svo stóra stelpan mín, hún á afmæli í desember og þannig ég þarf aðeins að einbeita mér að hennar peysu. Það lítur nú ekki út eins og neitt núna, þetta er bara hér er kræin hérna niður að vitanum og síðan er ég að gera útaukningarna fyrir ermarnar bara hérna. Og þetta er The Turtle Dove. Ég er búin að gera einu svona peysu og marg búin að tala hana og ætla ekki að ílengjast í því. Ég var að byrja á hespu númer 2 og þetta er alpakka tvít frá Scholler og Stól sem er til í Galleri Snóðru. Og þær hafa verið að taka þetta svolítið í kára peysuna veit ég og prjóna þá aðeins þéttar. En ég er með sko, ég er að prjóna þetta á 6 mm en þetta gefið upp á 3,5 til 4 og 5. Ég held að ég sé að prjóna þetta svona á 5 kárapeysuna og þetta geggjaði það. Kemur svakalega vel út. Síðan fekk Ingalls aðeins að vera með. Ég reyndar aðalega það sem ég gerði þar var að skipta prjóna. Ég var með eitthvað leiðilega prjóna í peysunni þannig að og
og garnið, það klofnar pínlítið þannig að ég þurfti að fá eitthvað sem að garnið rann betur á og bara þannig fyrir mér að garnið skuli klofna þýðir ekki endilega að ég fái mér minna beitta odda. Ég fór yfir í hæja sjarp og þá fór þetta svínvirka. Var með svona rúnað eitthvað addi odda og það var bara, þú veist, það gekk ekki nóg vel. Þannig að ég kom hérna aðeins áleiðis í nokkrar umferðir síðan þeir sáu þetta síðast. Þá færum við hérna merki, já, það var hér merki þegar ég sýndi ykkur þetta. Nei, ég var ábyggilega komin lengra því ég var örugglega búin að skilja að í ermarnar og þetta er bara komið hérna í fínu Mrs. Brown's bag töskuna og eins og margótt hefur sagt er þetta snældan færiska ullin í litlu prjónabúðinni og þetta er svona gatt sem að ég hlakka að gefa til að sjá hvernig verður þegar það er búið að þvoða. Síðan er ég bara búin að vera að snuddast í að gera, ég gerði þess að fjórðabútin á þessum lit í teppið og þetta er hérna From Grandma with Love eftir Melanie Berg teppið og er sérst að gera byrja á að setja hérna hvítakantin á 50 dúlluna og ég var að vigta þetta þennan afgang og hann dugar ekki í 70. Ég var að vona að ég næði 6 úr hverri hespu en ég næði ekki en ég ætla að geyma hérna samt ég ætla að finna leið til þess að nýta það og þá er ég að hugsa að það verði alltaf eitt svona öðruvísi útbúin hérna, sjötta dúlan í hverjum lit þannig að ég geti fullnýtt bleika garnið. Ég var bara eftir að finna út hvernig ég geri það. Hvort ég noti það bara til þess að prjóna hérna miðjuna og fari svo bara út í hvítt í blúndunni og kantinum. Ég ætla bara að skoða það þegar ég er búin með alla litina. Ég á eftir að fara í hvað, 5 aðra liti. Þannig ég þarf að fara að vinda upp núna nýjan lit. Og þetta fær bara búið áfram í hérna svona kassalagari tösku frá mér. Og að því ég færi alltaf stykkin úr því ég er búin með þau yfir í stærri póka. Af því þetta er svona það sem ég tek með mér út úr húsi verkefni. Þannig að það er bara, og nú er ég næstum búin að læra blúnduna utan af. Ég þarf að gera kannski eina dúllu viðbót, þá held ég að ég verði nokkuð safe þó að ég gleymi óvart þó ég gleymi óvart uppskriftinni heima sko. Þannig að ég ætti að sjá hvað ég geri með þessi 13 grömm sem að eftir eru. Ég ætla að sjá líka, þú veist, ég vil ekki gera neitt strax að ég vil vita hversu mikill ágangur verður eftir af hinu litunum af því að sá sem að verður léttastur þarf að ráða svolítið hvernig ég hvað ég geri við sjötta bútin. Af því það talaði um í uppskriftinni 6 litir og 6 bútar úr hverjum lit. En þú veist, það er þá ekki 100 í hættunni. Það er seinni tíma vandamál. Ekki vandamál. Síðan það sem er á döfinni Hilmi vantar jólahúfu og ég keypti þarna garn í Rúmfá daginn í það og ég ætla að gera þarna Knillax jólahúfuna sem að þær eru að gefa núna á Knillax síðunni bara svona að þeim bara, þú veist, þær eru bara æði. Maður þurfti bara að setja kommenta á status hjá þeim og gefa upp netfangið sitt og þær sendu manni uppskriftina nánast hæl en það eru einhverjir 500 búnir að byrja þetta
500 búnir að fá senda skrift, þannig að við höfum eftir að sjá þessa húur í ykkur 100 tali út allt. Vonandi. Nú, svo fór ég að spinna. Ég spann hérna ull sem ég fékk frá henni Amy í Stranded Dyeworks. Shetland, 100% Shetland ull og liturinn heitir 4224 og það er lengdin frá heimilinu hennar og í þar sem að prjónahátíðin SSK er haldin í Bandaríkjunum. Það er semst mílurnar á milli hennar og þess áfangastaðs. Ég veit ekki hvort sé bein leið eða hvernig hún mælti það en þetta semst er litur sem hún gerði sérstaklega fyrir þá hátíð og ég panta mér ekki garnið heldur ullina og var að spinna þetta í síðustu viku þegar ég held að ég mætti ekki koma á hjóli mitt í nokkra vikur en sem betur fer fæ ég að leika mér að því fljótlega og nú er þetta bara í staðinn fyrir að vera ullarhespa, þá er þetta bara orðin Gorgeous garn og eitt af nýju sjölunum hjá Andreu Mári er gert úr svona handspun lookalike, eða þú veist, það er handspunnið en samt í miklu stærra magni og það er þessi snúningur sem sést svo vel á því garni eins og í, þú veist, eins og er í þessu. Og hún er búin að gera bæði svona kraga og sjal úr þessu garni og nú er kannski bara alveg gott að finna ég mér afverli hérna opið fyrir framan mig. Var ég ekki búin að kaupa? Nei, sannlega ekki. Þetta er örugglega hérna í innkaupakörfunni hjá mér. Eru þið ekki alveg með, þú veist, 72 prjónauppskriftir í körfunni ykkar á rafverli? Ég er með það. Þetta er sérst hérna Spin Cycle Yarn Dream State Worsted garn og ég á það mikið af ull, bæði spunni og óspunni, bæði ull sem ég er búin að spinna og sem ég ætla að spinna sem að ég get auðvitað parað í þetta sjal sem heitir Night Shift eftir Andreu Mári og það er sem sagt 1, 2, 3, 4, 5, 6 hespur en ekki nema samt 55 grömm af hverri hespu. Þannig að þetta eru, já, 330 grömm. Við förum létt með það. Þannig að það er eitthvað sem er komið á bakvið eyrað hjá mér að fara að vinda mér í. Og þá er ég búin með það sem ég er búin að vera að gera, það sem ég kláraði og það sem að fyrir næsta prjónana, sem sagt hérna jólahúfan. Síðan er ég bara mjög öguð í að reyna að klára núna það sem að er í prjónapókunum hjá mér og ekki byrja á neinu nýju nema þessari jólahúfu. Ég ætla ekki að byrja á henni samt fyrir helgina. Og en síðan var ég með aðventuleik inn í hópnum hjá mér og leið 2 gekk ekki upp, það var ekki næg þátttaka í því, en leið 1 tókst og ég var svo heppin og gráðug að ég gaf mig 2 sinnum fram í leikinn, þannig að ég útbjó voðalega ekki svona smart pakka eins og ég fékk. Ég var búin að sýna ykkur annan en ég vona að þeir fyrirgefi mér það. Önnur þeirra sagði að þú ert búin að halda með félagskap í 50 klukkutíma. Þannig að og ég vil bara sýna ykkur hvað þetta er mega sætt. Og svo ég bara eiginlega get ekki verið inn í herbygginu eftir að þetta kom. Allt svo ótrúlega fallega pakkað inn hjá henni og
bara ég minn einasti. Ég lofa að standa mig betur á næsta ári. Og svo var hinn hérna sem að hún endurvann úr hérna Vivid Wool dagatalinu síðan í fyrra kassan sinn og hann er æði. Þannig að ég bara, þetta var æðislegt. Og svo er dóttir mín að sækja í þessum töluðum orðum dagatalið mitt frá Vivid Wool í litlu prjónabúðinni. Þannig að það er einhver stelpa á skanum svolítið degur í þessum málum þessi jólin. En, og þannig að ég var að hugsa sko, það getur vel verið, ég var að henda upp tilboð inn á hérna, svo ég segi ykkur bara snöggvast frá því, inn á verkefnatöskur Helgu sem að þið getur bara fundið linkin inn á vefsíðuna þar. En ég var að búa til tilboð af því að ég ætla að setja vefsíðuna í jólafrí 11. desember eða þar bil og ég ætla að vera bara með eitt gott tilboð til 10. desember og það er alltaf einn hópur sem heitir útsala og þar eru leiðbeiningar hvernig þú getur fengið 50% afslátt af þeim töskum sem þar eru inni. Og síðan er ég með keyptu tvær og fáðu aðra töskuna á hálfvirði á þessum kassalöguðu og á þessum hefðbundnu sem að ég er alltaf mest með eins og þessi appelsínugula sem glittir í þarna. Já og þú veist sem eru svona í laginu. Þannig að þegar þú ert búin að velja ykkur tvær úr öðrum hvorum, þú veist, annarkvort tvær eins eða sitt hvora úr þessum tveimur hópum að þá á sjálfkrafa að reiknast 50% afslátt á aðra þeirra í greiðsluferlinu. En nú er ég að gera þetta í fyrsta skipti þannig að ef að ykkur eða ykkur þarna úti er að fara ætlar að prófa þetta og það klikkar að láta mig það endilega vita að þá er náttúrulega bara að læta ykkur fá upplýsingar rétta upphæð og reyna að laga þetta inn í kerfinu. En þetta á alveg að vera mjög einfalt og það er ekki ólíklegt að það muni líka fylgja glaðningur með einhverjum fyrstu töskunum sem að fara út. En ástæðan fyrir að ég ætla að loka vefsíðunni er bara einfaldlega svo að aðventan er bara sá tími sem að ég vil vera að njóta og þannig að ég ætla bara að leyfa með það. Ég er forstjórinn í þessu tilfelli. Þannig að endilega kíkja á það. Þetta eru náttúrulega, þú veist, eins og þið vitið sem að hafið notið svona töskur. Þetta er bara augnablik. Jæja, þá heldum við áfram. Það var dóttir mín að hringja, hún var niður í litlu prjónabúðinni og það er ekki verið að afhenda dagatalinn í dag. Ég hafði ekki fengið SMS að það hefði breyst. Hins vegar fékk ég mjög skrítið SMS áðan og það var eins og það hefði slegið saman eitthvað SMS-um. Að ég fékk frá einhverjum öðrum. Ég þarf að sækja dagatalið í litlu prjónabúðina seinna, er með veikbarn heima. Þetta var eina sem ég fékk. Ég fékk ekkert annað. Þannig að, en það var slæg. Þetta kemst í hendurnar á mér við tækifæri. Já. Já, ég ætla að sýna ykkur. Ég var búin að segja ykkur frá því. Ég fór í svona vöruskipti við kanadíska konu. Hún fékk valdi sig fullt af töskum og við umreiknum það bara yfir í kanadíska dollara og þú veist hvað kostaði fyrir mig að senda og allt þetta og hún fór og keypti kanadískt handlitagarn fyrir mig í staðinn. Kom betur út fyrir okkur báðar bara held ég. Sérstaklega mig. Hvar þessir eiga að vera saman. Þetta er Leo and Roxy Yarn Co. From Flock to Eve. Hennar miðinn, sýn ykkur hann hérna. Og þetta er sko ekkert slor.
þetta er 80% merino, 10% kasmir og 10% nylon, 100% good vibes. Og Bee's Knees heitir þessi litur. Ótrúlega fallegur, það er svona ljósgulur grunnurinn með bláum og fjólubláum svona speklum. Og bróðir hans, Omen, sem er með sömu dýr, er svona fjólblár og fagur. Og síðan og hún valdi þetta allt svona með tillit til þess að þetta er allt notað einhvern veginn saman. Americana heitir svo þriðji og hann er sem sagt svona ljósblár með fjólblá spekli eins og er í þessum gula. Þannig að þessi fjólblái miðin er tengiliðurinn. Þannig að þetta verður eitthvað sjálf eða fyrir peysu eða eitthvað svoleiðis. Þetta er, þú veist, þetta er svo mjúkt. Num. Og ég sá að Leo og Roxy voru greinilega með svona pop-up búð í Kanada helgina því að ég sá á Instagram, það var allir að gera góð kaup í þessum. Síðan fékk ég Yarn Indulgence og þetta er 70% súbús merino ull, 20% kasmír og 10% nylon og þetta er líka handlitað garn. Það sýnir ykkur hérna miðan fyrst. Yarn Indulgence. Og sjá vefsíðu upplýsingar. Og þessi er Winter in Bronte Village og síðan er það Summer in Bronte Village, Spring in Bronte Village og Fall in Bronte Village. Þannig að þetta eru bara allar ástíðnar hérna. Þetta verður líka eitthvað. Ég hugsa að samt að þessi bláu verði sokkar að því að ég bara dey með svona blátt nálatnir. Þú veist, ég er alveg, sko, það bara poppast út böðarnir á mér við að, en mér finnst þannig alveg óbúslega fallegur og það eru svona gráir tónar í honum líka. Þannig að ég mun potti þetta hérna, vinda þessa upp í sokka, en þessir, restin af ástíðunum hugsa ég að fá að leika líka, að fá að leika lausum hala, fá að leika saman. Þannig að þetta eru 7 hespurnar sem að voru sem sagt vöruskiptin. Síðan ákváðum við að vera með svona óvænt. Hún vildi fá óvænta tösku og ég fekk þá óvænt garn í staðinn. Og þá valdi hún The Yarns of Richard de Vries. Og þetta er Superfine merino yarn, fingering weight og þetta er sérst 45 gramma hespur og þessar dýrðir komu úr því. Hérna er sem sagt logoið og frekari upplýsingar. Þessi, já, Muted Joy. Þessi röndótti hérna. Og hinn, ég ímyndi mér að þetta sé röndótt. Er Virginia Creeper. Rust Memories. Og Solitudes. Þetta finnst mér aðeins. Ég er alltaf meira en lítið til í svona vöruskipti. Bara eins og ég gerði líka hérna í töskuna sem ég sýndi ykkur
síðustu helgi sem ég fekk frá Lilja Knittar á Instagram. Við fórum í vöruskipti. Mér finnst það rosalega gaman að gera það líka. Þannig að stelpan er sko ekki að fara í gatn í jólaköttinn. Síðan fór stóra systir til Ameríku og ég vissi það að hún ætlaði ekki að fara að versla fyrir sig. Og ég segi, hei, nennir að hlussast með 2 kíló af gatni fyrir mig heim? Já, ekki má, sagði hún. Alltaf til ég að gera allt fyrir mann. Og þá var hugsun svo að fara inn á Knitpick síðuna og panta það. Að það minnst rosalega gott að eiga gatt frá þeim. Þetta er ódýrt og gott gatt og svona öðruvísi en þessi ódýrari gött sem við höfum aðgang að hérna heima. Ódýrari garn. Og síðan fór ég að horfa á eina sem er algjörlega slá í gegn í YouTube heiminum í svona podcastinu og það er Dunder Knit podcast. Og ef ég man þá skal ég reyna að setja inn nafnið á podcastinu svo að þið getið kíkt á hana. Hún er frábær, hún er skosk og býr í Englandi og er með sko kjaftinn út á öxl. Hún er alveg blótar eins og ég veit ekki hvað, þú veist, ég veit ekki hvað maður þorir að segja með starfstétt í því tilfelli, en hún blótar duglega og setur alltaf svona viðvörun að þetta sé ekki heppilegt ef þú þolir illa svona hörku kjaft og blótsyrði eða ef það eru lítil börn í nálægðinni þegar þú ert að horfa að hafa þetta í huga. En hún er alveg frábær og hún er sko, margir héldu að hún væri að taka upp inn í verslun af því hún er með svona IKEA, eða svona svipa og ég með hérna fyrir aftan, nema það mikið nær og þú sér rosalega vel í hillurnar hjá henni og þetta er bara, þú veist, hún er með rosalega fallega raða upp og bara já, virkilega flott hjá henni en þetta er bara hennar stars, þú veist, ég á alveg svipa og hún er örugglega en ég bara er ekki með, ég er ekkert að fara með ykkur eitthvað og nálægt í, en hún er rosalegur Madeleine Toss aðdáandi og var að tala típu á garni hjá Madeleine Toss sem er bara seld í netverslunni hjá þeim. Hún er, það er svona yarn-based grunnur sem er ekki seldur í verslunum, heldur bara á netinu. Og ég bara svona, fór að kíkja það, en ég var svo búin að velja mér fullt úr þeim. Ég man ekki, þetta var eitthvað twist. Ég man ekki hvað hann heitir, en ég var búin að velja mér fullt. Síðan var ég alveg að fara að borga, þá rakst ég á, þá var svona banner fyrir ofan, þar sem var glampað í eitthvað kit, svona, sem var búið að raða saman litum. Og ég bara skrensaði og hugsa, nei, ég fer ekki að bæta því ofan á þetta. Þú veist, það var bara heillaði mig meira. Og ég henti út þessu sem að Dunder Knit var að hæla og fekk mig kitið. Og þannig að ég lét systur mín veita að það var ekki að koma 2 kíló en það var að koma verðmætara gatt til hennar. Þannig að, og ég er ekki búin að taka þetta úr plastinu heldur. Ég bara hendi svo inn svo ég bara myndi ekki freistast. En ég verð að standast þetta. Þetta er Copper Pink Fade. Sýn ykkur þetta fyrst svona í pokanum. Svo ætla ég að reyna að vera með sem minnst skrjáf. Annars er mér alveg persónulega sama skrjáfhljóði. Það veit bara gott. Það veit bara að það er nýtt gatn í pokanum. Og ég held þetta liggi eins og þetta átti að gera. Þá byrjum við á dekksta litnum sem er Cold Drip. Sem er svona brún. Og svo kemur krema. Ég bara sýna ykkur
Og þetta er Eurosokk grunnurinn, 100% merinoll. Þannig að þetta er alveg snildi sjöl eða peysu og ekki ólíklegt að þetta verði eitthvað svona feit peysa hjá mér. Fyrsti liturinn og svo er hérna Creama. Þetta verður eitthvað. Síðan kemur Meet Me in the Basement og þá er orðið svona meira spekli í honum, ekki einn svona frekknótt, ekki einn svona heiltóna eins og hinni tveir á undan. Held samt, já, og þessi eigi að koma hérna á undan. Filter Daydreams. Mér finnst það líklegra. Ég sé það svo þegar ég tek hérna svona svarthvíta myndaði, þá sér maður betur feitið. Skilum þessi. Þetta tekst ekki. Síðan er það Copper Pink. Hann er líka svona hérna, pínu skítur bleikur tónn. Koparbleikur með freknum og koparbleikur solid. Munið eftir Báru bleiku. Nú var það bara Helga bleika. Þetta er svo fallegt. En nú fer þetta bara aftur hann í pokan þegar ég er búin að spjalla við ykkur og upp í hillu svo þetta sé ekki freista mín. En þetta er bara, ég er mjög spennt. Ég hef aldrei átt Madeleine Toss. Ég veit alveg að til í handverkskunst en ég hef ekki keypt það fyrir núna. Þannig að það er nýtt fyrir mér. Það garð. Þannig að nú, það setti mér svo úr samband þetta símtal að kíkja hérna í, jú, ég held að þetta sé allt komið. Þannig að þessi þáttur verður svona aðeins endasleftari en venjulega en það kom samt þáttur og hugsanlega verður næsti þáttur endasleftari nema eitthvað rosalegt gerist. Ég á vona á, ég pantaði ull frá Englandi á svona, þú veist, ég er alltaf að reyna að annarkvort að finna frí, ég er að panta utan frí póstbörugjöld eða góðar útsölur af því að annars borgar þetta sig ekkert. En sem komið er ekkert auðvelt að fá, ég hef allavega ekki dottið niður á að fá ull í þessum dúr, þar sem er handlituð ullin og maður spinnir hann upp í eitthvað svona skemmtilegt. Þannig að ég náttúrulega með Álafoss ullina en þetta er bara allt annað. Allt annað. Afsakið. Þannig að ég pantaði mig svolítið ull og þarf að fara að grafast fyrir hver hún er af því hún ætti að vera komin. Og svo er það bara jóladagatölin. Yes. Fyrst pantaði ég frá Varsnes, auðvitað, frá henni Kristínu. Og svo glemdi ég því. Pantaði frá henni Ingu Rós, frá Héraði. Og ég mundi alveg eftir þeim báðum. Þegar ég sá að það voru bara 6 dagar til eftir ég var við túl. Ég fæði ekkert jólagjöf. Það er líka alltaf. Jólin hjá mér byrja 1. desember að opna þetta allt og þess vegna ætla ég að reyna að vera rosa dugleg að losa mig við þessar peysur sem eru á prjónanum. Ég er með 2 hérna sem ég sýndi ykkur. Svo er ég með ullapeysuna úr garninu sem ég spann sjálf frammi sem ég er ekki búin að gera í. Og svo úr Alpaca Boucle frá Drops garninu sem er búin að vera í gangi síðan í sumar. Og svo náttúrulega sumarpeysan en ég er ekki eins mikið að stressa mig á henni að því að
og það bara kemur örugglega aftur í gang með vorinu, svo löngun í að vinna í henni. Ekki nema það var svo rosalega fyndið eins og með þessa. Ég var bara rétt búin að fyrir helgina komin hérna niður fyrir ermaskipti, eða það sem maður, já, tekur úr fyrir ermanum. Og þá bara rann þetta á prjónunum. Þannig að það oft þegar maður komin yfir eitthvað ákveðið þrep að þá bara restin leikurinn. Og ég að vona að það gerist núna með Ingalspeysuna þegar hún komin á betri prjóna. Og ég veit að alpakkabúklei mun bara taka sinn tíma af því að búklei það bara einhvern veginn það bara svolítið skrítið að prjóna úr því fyrir mig allavega. Og rauninni sama með tvítið en það líka því ég með svolítið óþarflega grófa prjóna í því en ég með það viljandi þannig. Þannig að við bara afsakið, nú verð ég að fara að hætta. Svo það bara jólahúfurnar og fleiri jólagjafa húfur sem bara æðislegt að grípa inn í svona inn á milli. Ég tel það eiginlega ekki upp að fitja upp á eitthvað nýtt að fitja upp á húf. Ekki þegar maður með svona marga peysur sem maður þarf að klára. En mér langar að fara svona tiltölulega létt á því inn í aðventuna. Og en við sjáum svo bara hvort að ég birtist hér í næstu viku eður ei. En þangað til þá bara óska ykkur öllum góðrar og gleðilegra handavinnu viku. Og endilega kíkið á tilboðið á vefsíðunni. Getið gert góð kaup fyrir handavinnu systur og bræður. Eða bara eins og ég segi fyrir bleiubossana. Hilmi minn alltaf með eina tösku fyrir bleiðina sínar. Og bara margir hafa keypt það sem snyrtibutur líka. Bara, þú veist, insider tip. Nei, ég segi svona. En já, ég þakka bara kærlega fyrir og við sjáumst vonandi í næstu viku. Takk fyrir og bless.